Þá komið að nóvemberlausu fyrir Steingate. Þetta er almennilestur og á við fyrir suma en ekki alla. Það er alltaf skemmtilegt að kanna þá fleiri merki úr stjörnukortinu sínu og ég mæli þá sérstaklega með tunglmerkinu sínu eða rísandi merkinu sínu. Þau eru oft svolítið áhrifamikil. En við skulum byrja á því að athuga hvaða Steingate ég er að lesa fyrir. Okay. Hvað er Steingate? Það eru svolítið margir boltar á lofti hér núna. Mörg járn í eldi, mikið að gera og þú ert að djögla svolítið mikið. En þér er að ganga merkilega vel, þó þú takir ekki alltaf eftir í. Hér er verið að benda á litlu sigrana. Þó þú fá hreinlega 10 öllu, þá er samt árangur í því að ná öllu, ekki muna því, eða ná bara flestu. Ekki gleyma því. Þannig að þú þarft ekki að fá sko gullstjörnu í hverju og einu verkefni sem þú ert með á lofti núna. Það eru svona margir boltar og hér er líka verið að minna þig á jafnvægið. Að sko bæði þú uppskerst það sem þú sáir og þú ávinningnum af því sem þú ert að gera er dreift jafnt yfir. Það er búið að vera kannski svolítið álag, það er búið að vera álag á þér og það er farið að smita kannski út í samskiptin og samböndið þín og það er búið að vera eitthvað pressa þar og þú ert að reyna að ná kannski svolítið tengingu við sjálft þig aftur af því að þú ert svona aðeins að missa jafnvægið, þetta er svolítið mikil pressa og þér finnst stundum eins og sért að missa einhvern veginn allt úr höndunum og ert ekki sjálfur þér samkvæmt. Þannig að þú þarft aðeins að fara að huga sjálfur þér og fara að tékka svolítið á þínu eigin hjarta og þínu tilfinningum, hvernig þér líður. Af því það er alveg fullt af tilfinningum í brjóstinu þér og þú þarft svolítið mikið að fara að kanna og skoða þar inn og taka stefnuna skýrt inn á við og finna hvað þú raunverulega brennur fyrir og vilt gera. Að þú núna með öll þessi verkefni sem eru búin að vera í gangi að þá ertu að upplega sjálft þig innilokað, innekróað, þrengt að þér og hreinlega með þannig tilfinningu til langar bara til þess að hætta. Að skera bara á allt heila klappið eða þú ert í vinnu eða skóla eða hvað að langar bara til að segja upp eða ganga út eða hætta. Að þetta er orðið það mikið álag og það er að fara að smita út frá sér og þú ert að fara að detta aðeins úr jafnvægi. Og þá er orðið svo erfitt að sjá vinningina, ávinningana og sigrana. Og þá skulum við fá hér aðeins innsýn inn í fortíðina. Þú hefur áður sett þig í þannig stöðu að þá getur stigið svona skref aftur og bak og fengið svona yfirsýn yfir hlutina þannig að hlutin sé svona skýraði fyrir þér. Núna ertu ekki búið að vera í svona hálfgerðu tunnel visioni þannig að þú sérð ekki alveg, þú sérð ekki heildarmyndina en þú hefur áður fyrir, þá hefur þú séð þessa heildarmynd og tilgangin í því sem þú ert að gera og af hverju. Þú veist á hvaða leið þú ætlar að fara og núna ertu svolítið búið að tína þessari leið. Búin að missa svolítið búin að tína svolítið í eins og einhverju velundarhúsi. Það sjá, á hérna spil fyrir núið. Sko, þú ert algjör snillingur og þú ert rosalega gott í því sem þú gerir. En núna eru tilfinningarna þínar bara svolítið að þvælast fyrir og svona get the best of you. Að þú ert ekki að ná að gera hlutina eins vel og þú getur að því að allar þessar tilfinningar sem að þú
og hefur verið svolítið ítað til hliðar eða ekki alveg að sinna nógu vel, þær eru að kaffæra þér svolítið. Og nærðu ekki að fókusa á það sem þú vilt gera vel, bara þegar þér líður svona á hinsegin. Þú veist, eða jafnvel líður ekki, að þegar þú veist, þú ert búið að dreifa sjálfu þér í svo mörg mismunandi verkefni á svo marga mismunandi fleti að þú ert orðið jafnvel svolítið dofið gagnvart því. En núna er tilfinningalífið að þvæla svolítið fyrir því að þú náir að gera hlutina eins vel og vildir. Við fáum hérna komandi áskorun. Sko, það fer ekki að minnka hjá þér verkefnin alveg strax. En áskorunin þín er raunverulega það að þú þarft að finna leið fyrir þig að takast á við þessi hluti, bæði tilfinningaeinar og verkefnin sem þú ert búin að taka þér fyrir hendur. Þú þarft að finna leið sem henta þér, hvernig þú fungerar. Hvað er jafnvægi fyrir þig? Þú þarft að skapa þér þín af eigin vinnuaðferð eða námsaðferð eða tækni eftir því hvernig þú fungerar best. Það er þín áskorun, að finna þína eigin leið til að gera hlutina. Ekki að fara alltaf eftir einhverjum hinum og þessum uppskriftum frá einhverjum öðrum. Það er alveg hægt að taka mið af því og prófa, en svo þarf maður alltaf að skapa sitt eigið fyrir rest. Maður þarf að átta sig á því hvað hentar mér. Þannig að það er þín áskorun. Átta þig á því og reyna að finna út hvernig þú fungerar, hvað hentar þér best. Og þá máttu ekki láta skapið hafa betur. Kæri steinget, ég elska steingetur, ég ætla að byrja að segja það, ég elska steingetur, þið eru frábærar, en, og kemur en, þið getið alveg verið þrjósk eins og allir aðrir og jafnvel þrjóskari, þið eru jarðmerki, þið eru með horn og það er steingetur sem ég þekki ef þeim blöskrar eitthvað eða ef þeim mislíkar eitthvað þá sko þær díla ekki eins og við, það er bara gangi í burtu og bara virða hlutin ekki viðlits lengur. Og það dugir ekki alveg núna mitt kæra. Elsku steinget, nú verður þú svolítið að bara setjast niður og slaka á og hlusta sko. Hér getur ekki notað þrjóskuna þína sem vopn. Vissulega hefur þessi segla sem fylgir þrjóskunni þinni reynst mjög vel og er sterkt verkfæri. Vissulega, þú gefst ekki upp auðveldlega. Engan veginn. Ef það er eitthvert stjörnumerki sem býr yfir elju þá er það steingeitunar. Þið eru alveg magnaði með það. Að þegar þið ákveða að gera eitthvað þá gerið þið það, sama hvað. En hins vegar þá er það sko þessi þrjóska vel þurfa að finna upp hjólið eða ekki láta segjast þegar einhver er reyna að leiðbeina manni, það er ekki að fara að hjálpa þér. Og líka þegar manni kannski tekst ekki í fyrstu tilraun, það má ekki láta það hafa of mikil áhrif á þig. Þegar þú hefur alveg þitt skap, þó þú takir nú seint einhverja skapsveiflu sko, offorsi og bræðisköst. Ég sé það nú ekki fyrir mér. Ég hef ekki þekkt eina einustu steinget sem að missir sig í skapinu eins og við myndum orða það sko, en þið hafið samt alveg eitthvað skap, það bara kemur að þessu fram. Og þú verður svolítið núna að hafa hemil á því og ekki móðgast, ekki reiðast, ekki pirrast þó að
þó að þú fái kannski eitthvað gagnrýni á þig, þó að þeir mistakast í fyrstu tilraun, þó að þú sért ekki að finna upp hjólið í þínum aðferðum og hvað nú, að hér þarftu að leggja þína þrjósku svolítið á hilluna og eins líka hvað varðar að ætla að gera hlutina með pomp og prakt algjörlega, að stundum borga sig að bara minnka við sig frekar en að slíta sér út. Að vissu leyti þarf maður stundum að játa sig sigraðan, sem að þú vilt alls ekki heyra eða gera, vissulega, skiljanlega, en stundum þarf maður pínu að bara að játa að maður kannski tók of mikið á sig og mörg verkefni og mikið álag, og fyrir vikið þá þarf maður að gefa eitthvað í burtu og bara játa það fyrir sjálfu sér að maður er að gera of mikið að maður ráð ekki við allt. Þú verður svolítið að leggja þá þrjósku á hilluna líka. En framundan, Steingitt, framundan er aukið jafnvægi. Ef þú tekur ráðleggingum, það er að segja ef þú ferð þessa leið að í fyrsta lagi leggja þrjóskuna þína á hilluna og ferði það að finna þínar eigin leiðir til þess að þannig að þú fungerir fyrir þig, þannig að finna leið fyrir þig til þess að halda jafnvægi. Og manstu, þrjóskan þarf að það er staður og stund fyrir þrjóskuna þína. Stundum þar er sá staður upp á hillum. En það er aukið jafnvægi framundan. Við höfum það. En við skulum fá smá aukna dýpt hér inn. Smá auka innsýn. Og það kemur þá hér varandi fortíðina þegar þú varst með meiri yfirsýn, þegar þú varst með skýrar mynd á hlutunum, þá varstu líka með einhvern veginn svona meiri þrótt og þrek til þess að taka af stað. Það er svona kannski ertu með of mikið af verkefnum á þér núna. Þegar þú horfðir, þegar þú varst með yfirsýnuna þá var þetta ekki svona mikið mál. Varandi núið. Núna er, eins og ég sagði, þú veist, við vorum búin að tala svolítið tilfinningarna einar eru svolítið að standa í vegi fyrir að þú náir að gera hlutina eins og vel og þú vildir, og þá kemur fram svolítið neikvæðari hliðin af þinni þrjósku. Seigla þín er rosaleg og er mjög sterk, en þú verður líka að hafa vita á því hvenær seigla þín er orðin óhófleg. Að þegar nú er seiglan þín orðin núna þannig er að vera að keyra þig áfram á kostnað tilfinninga þína og kostnað því sem að er þér dýrmætt. Þannig að það getur vel verið sem nú þegar byrjað að þú sért að missa tökinn á hlutunum, ekki að skila af þér eins miklu árangur af vildir, skapið þitt kannski orðið eitthvað tæft, það er kannski að gelta aðeins á fólki í kringu þig, og það er ekki góður stað til að vera. Þannig að stefnan er, þú þarft að taka skýra stefnu fyrir þig, manstu, að skapa þínar eigin leiðir og ákveða að taka skýra stefnu
að finna þína eigin leiðir sem henta þér þannig að þér líði vel, þannig að þú getur geislað. Skarta þínu fegursta. Þegar þú ert ekki að skarta þínu fegursta eins og kæra Steingeit. Og eins og ég sagði, eljan þín og seglan þín rosaleg, en þú þarft líka að hafa vit á því að vægja þegar það við hæfi. Og þú þarft það svona áminning að þú þarft að velja byrðina sem þú berð. Stundum borgar það sig ekki ætla að fara með þungt hlass bara til þess að þurfa að fara færri ferðir. Stundum borgar það sig að taka sig lengri tíma, að fara fleiri ferðir og taka léttara í einu. En eins og ég segi, framundan aukið jafnvægi og aukinn styrkur. Af því að þarna líka styrkur í því að velja fyrir sig, að hagræða fyrir sig, eins og ég segi, fara frekar fleiri ferðir með léttari einu og taka sér lengri tíma í það. Og koma sterkara út úr. Þetta það krefst styrkleika að hagræða á þann hátt sem að hentar manni sjálfum í staðinn fyrir að ganga alltaf bara á þrjóskun og fara alltaf bara á hnefunum. Í mörgum tilvikum þá það auðveldara. Þetta hljómar fáránlega, ég veit, en stundum auðveldara að keyra sig út og slíta sér út heldur að hafa hemil á sér og hafa vit fyrir sjálfum sér hvenær maður eigi að vægja. Ég vona að þú skiljir mig. En ég ætla að ljúka þessum lestri með einu Lightworker oracle-spili. Divine Grace, Law of Efficiency. Guðlegur þokki og reglur eða lög sem sagt hentugleikans. Það komið tími til að líf þitt verði auðveldara. Það komið tími til þess að þú gangir veg guðlegs þokka með trausti, einfaldlega og sátt. Þú þarft ekki að reyna að láta hlutina gerast. Þú getur bara þokkafullt, rólega, geislandi, framkvæmt án skuldbindinga og treyst því að allt verði eins og það eigi að vera. Gefðu eftir erfiðin þín núna og leyfðu lífinu að þjóna þér með ást og kærleika. Það sú leið sem hvað árangursmest og árangursríkasta notkunin á þinni orku og mun leiða til bestu útkomunar. Það að segja að í staðinn fyrir að alltaf hafa, það alltaf gott að vissulega þurfa reglulega að hafa fyrir hlutunum, það ekki það. En hins vegar þegar þú komin á þann stað að þurfa að rembast fyrir hlutunum, slíta okkur fyrir hlutunum, þá komin tími til að stíga skref aftur á bak. Og þegar að við fáum að gera hlutina bara í ró og næði og á þann hátt sem hentar okkur, þá erum við hvað afkastamest. Og það eins og sagði,
besta nýtingin á okkar orku þegar við leyfum okkur að flæða bara svo litið. Og taktu virkilega til þín að sko fyrsta setningin þetta spil einfaldlega bara það er komið tími til að líf þitt sé einfaldara, sé léttara. Þannig að það má alveg létta á byrðunum sínum og gera minna í einu. Eins og ég sagði, fara frekar fleiri ferðir og gera hlutina hægara með minni byrði í einu, með minna hlassi og léttara hlassi í einu. Til að grípa hérna eitt svona íhugunarblóm fyrir þig. Það kemur spilið rækta. Mér finnst að vera frekar umfram allt að rækta þig. Og muna stundum þá tekur það bara sinn tíma að rækta hlutina. Ef við lítum aðeins í sko bara í garðinn okkar, á vorum setjum við niður kartöflur og tökum þær upp á haustin. Lauk setjum við niður á haustin og tökum upp á vorin eftir mun lengri ávöxtunartíma. En það er sami árangur. Þó það taki lengri tíma og sýni ekki eins skjótan árangur, þá er það samt sami árangurinn og ef við fyrir hratt yfir. Þannig að myndu að saman hversu langa tíma við tökum okkur í hlutina, árangur er árangur, þroski er þroski. Og það sem við erum að rækta og þroska með okkur sjálfum, það er oft ekki sýnilegt fyrir en bara á lokasprettinum. Oft erum við að rækta og rækta undir yfirborðinu heillengi áður en nokkuð sést, bara eins og þau potum fræ ofan í moldina. Að fræið þarf að fá að fara ofan í moldina, eyða smá tíma þar, svo opnast það og byrjar að skjóta rótum. Og svo er alls konar sem á sér stað meðan að fræið er ennþá ofan í moldinni, ósýnilegt og fyrir okkur sem stöndum fyrir utan. Það er alls konar sem gerist og í rauninni vinnur það niður og við í meiri ósýnileika áður en að árangurinn fer að sýna sig upp á við, áður en að það fer svo að koma eitthvað vöxtur upp úr moldinni þannig að aðrir sjáu til. Og oft án þess að við sjálf sjáum til. Þannig að myndu það að vöxtur er ekki alltaf sýnilegur strax og burtséð frá hversu langa tíma það tekur þá er vöxtur og þroski alltaf það sem það er, vöxtur og þroski. Það ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin ratisjónu rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma með gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina.